Hvernig líst þér á kakó og kaffi? Ertu búin að smaka? Já. Mér finnst það heldur gott, sko. Ég er aldrei í því að fá mér hérna á mótnana. Blanda saman kaffi og kakó. Er það secretið? Já, það er svona í kakó heiminum er það ekki vel séð, held ég. Já, því að... Ceremonial kakó á að vera alveg sér, sko. Já. Ég hyggst ekki við að setja þetta út í bulletproof kaffið mitt. Nei, þetta er náttúrulega verið með smjör, kakó og kaffi. 100% ceremonial kakó, Já. úrvalskaffi, smjör, Lionsmane og sjávarsalt. Þetta verður bara, við verðum á öðru leveli bara hérna. Ja, þetta er ofurdrykkur. En kakóið, kaffi náttúrulega örfa mann og gerir mann fókusur og kakóið er bæði með slakandi og svona fókus. Kakó með magnesíum, Já. þannig að það er svona, þú veist, vinnur aðeins í slökunarkerfinu og þeir sem eru mjög, þeir sem ganga mjög langt vilja meina að það sé, það sé svona, það er ekki, sko, við erum náttúrulega með psychedelics, en svo erum við með psychoactive. Já. Kaffi er psychoactive, þú veist, það örvar þig og kakó er á einhvern nátt líka psychoactive. Þannig að þú veist, þetta er ekki, en psychedelics, þá ertu náttúrulega komin í allt aðra deild. Já. En kakóið er, sumt kakó er með smókoffinni, það misjum hvað mikið, en ég held að, sem sagt, góður kakóbolli ceremonial sé kannski með svona 30, geti verið með svona 30-40 milligram. Já, hálfu kaffibolli. Já, hálfu kaffibolli, slis. En síðan er líka magnesium og ekki L-theanín og brómín og eitthvað svona dót sem hjálpar til við að slaka á móti, sko, í kakóinu. Já, ég finn að ég er búin að tjögga hálfan hérna og ég held ég sé að verða bara senar. Já, það ekki? Jú. Nú erum við í bólunum, við erum í bólunum frá Bergþóri, hann saði við mig eftir hann kom inn að hann var enn að hugsa kakóið viku sinna. Já, ekki. Kannski þetta eitthvað tryggst til að láta fólk fá, ekki það, viðtölun séu ekki góð, en fá svona veljuna tilfinningu við að vera enn í stólnum, vilja koma aftur og aftur. Það er þetta mjög góð pæling, sko. Maður ánáttúrulega, þú varst ekkert farin að vinna með það í þínu podcasti að bjóða fólki upp á bara besta kaffi sem það getur fengið og vinna með að bæjóhakka liði að náðu í gott stand fyrir viðtalið. Sko, mitt bæjóhakka var bara að bjóða bara hrátt kaffi. Það var bara, reyndar Nespresso eða eitthvað. Okay. En síðan fannst mér alltaf, sko, að því að þú náttúrulega búin að vera í þessum bransaði svo lengi, þú veist, orkan og umhverfið sem þú skapar með manneskjunni og það byrjar bara að leið á manneskjunni kemur inn. Þú kannski aldrei sé manneskjunni áður. Og þá byrjar svolítið orkan samkvæmt þú tengir við á persónulega leveli að nærða að hlæja með þeim og þú skapar ákveð umhverfið þannig að einstaklingum líður strax vel og þegar einstaklingum líður strax vel þá er hann miklu líklega til að opna sig og þú ert líklega til að, þú veist, bringa það besta úr manneskjunni. Þannig ég hugsaði alltaf, þú veist, hvernig ég geti tengt við fólki það, þú veist, þetta er mikið sko sannfæringar frá honum, sko, það er bara finna eitthvað sem þeir sameiginlegt og láta fólk hlæja og bjóðast til að hjálpa þeim með eitthvað svoleiðis og þá einhvern veginn sko vinnur inn ákveðið traust og þá skapast þetta öryggi til þess að vera meira bara þú sjálfur, það sem maður er alltaf að leitast eftir í viðtölum að við getum bara átt spjallina á þess að ég átti mig á því að sé mækina og þá er ég miklu líklega til að opna mig og þá er miklu líklega að viðtalið verði betra. Og þú veist, fyrir mig hvernig ég approachaði podcasta líka var svolítið bara setja mig til hliðar, sko, og hlusta. Og ég vil ekki gefa fólki, sko, ég ætla að lofa mér að reyna ekki að sletta mikið, en benefit of the doubt. Já. Þú veist, að ef þau eru með einhverja pælingar sem stangast á það sem ég hugsa í staðin fyrir að taka pólun á móti, sem ég hefði getað bætt mig kannski aðeins í, þá var ég meira forvitin, að vita meira. Já. Og þrátt fyrir að kraumað inn í mér, skilur, bara ég var ósamla, þá vildi ég samt, þú veist, gefa þeim plattform að koma þeirra skoðanum á framfæri og þá, þú veist, lærði ég oft ógeðslega mikið eða var ósamla, skilur, en hlustaði samt og var áfram forvitin, fór aðeins úr hausnum aðeins meira inn í hjartað. Og mér fannst það bara góð, þú veist, og þá fekk maður fólk með alls konar bakgrunn, alls konar skoðanir, alls konar, frá vinstri og hægri og vanandi pólitíkina og mér fannst það alltaf, mér leita á plattformi meira sem fólkið sem var að koma tíminn heldur en nokkuð tíman mig sjálfan, sko, af því að það er svo auðvelt að vilja það koma sjálfur inn í umræðunar og ég hef svo margt að segja sem er ógeðslega göfugt og gáfulegt og þá muni allir vita að ég verði flottur og þá muni allir taka eftir mér en það var einhvern veginn svona annar prót sem svona ég tók og ég fylgjast mikið með Chris Williamson með Modern Wisdom
Já, hann flottur. Og Stephen Bartlett með Diary of CEO. Þeir eru báðir rosa, þeir eru fluggáa, þeir eru búin að undirbúið sér ógeðslega vel, mjög svona fókuserar á smáatriðin. En síðan spyrja þeir bara spurninga og hlusta. Einmitt, þetta er alveg 2 skólar, sko, að því nú alltaf svona, má segja, podcast-kóngurinn í heiminum sé Joe Rogan. Og sá sem kannski svona, þú veist, komu sér bara fyrir alvöru á kortið og náttúrulega ennþá stærsta podcast í heimi. Hann með alveg annað brot, sko. Að þú veist að það mikið af hlustendunum hann, sko, elska mest þættina þar sem hann talar 60-70% þættir. Já. Og þá þú veist, þessi spurning. Ég hef verið að reyna að vinna með bæði. Stundum fæ ég viðmælanda og þá viðmælandinn að tala 90-95% tímanum. Síðan eru líka stundum skemmtilegi þættir, sérstaklega ef ykkur að koma kannski annað, 3. eða 4. skipti, þá þetta bara dialógur, 50-50, skiljum. Já, það þetta mjög góða punktur. Að því stundum líka, þegar viðmælandinn fær feedback frá manni, að þá kemur jafnvel eitthvað nýtt út úr viðmælandanum út af því að hann í dialóg við mann, að koma öðruvísi hlutur upp á viðmælandanum í dialóg, heldur en ef það bara verið að spurja hann spurninga og hann að tala, sko, í eins konar monólóg, sko. Já. Það er mikið velt þessu verið mér, sko. Já, þetta er enda góð punkt og kannski bara vera með einhver byggt af viðmælandum sem þú ert að gera, að adjusta, hvernig þú ert á í viðtalinu. Já, því ég finn líka þegar ég er að hlusta, sko. Mér þannig eins og Chris Williamson, ógeðslega flottu gaur. Maður sér alveg bara svona agaður, vel undirbúinn, allt klárt. En og það er svona hlusta ég ofta á viðtölin hans. En það sem ég fílaði Joe Rogan síðan bara eitthvað authenticity sem einhvern veginn, hann bara á bolnum og bara stundum að reykja gras og þetta öðruvísi. Já, mér finnst líka áhugaverð kannski með Elon Musk eða Lex Fridman eða eitthvað og síðan bara allt í henni fer umræðan bara í hálftíma einhverja bardaíþróttir, sko, það sem hann bara að tala með einhvern sem veit eitthvað þetta en kannski minna en hann fæ bara svona, Joe Rogan bara svona, ég veit ekki, hann bara svona, ég held hann, sko, hvað ég segja, hann alltaf bara með það mikið, hann líka það þekktur og með það mikið nafn, það er allt áhugavert sem hann að segja, en ég held líka að hann sé bara, ég held að hann sé ekki að hugsa þetta, þannig mikið, hann bara completely hann sjálfur, sko. Það er málið, það sem svo skrítið við, þetta er svo áhugavert, að þú veist með svona eins og að því þú nefnir Chris Williamson, sem ég les sem svona bara svona high achieving gaur, sem þú ert ekki að fara, svolítið eins og þú, svolítið eins og Beggi Ólafs. Það er enginn að fara að hanka Chris Williamson á því að hann sé ekki duglegur og hann sé ekki vel undirbúinn og allt þetta. Og það er líklega að einhvern veginn svoleiðis gæjar nái langt. Það er svo skrítið með Joe Rogan, því hann mætti bara eitthvað á bolnum og var eitthvað að tala við vini sínum UFC og svolítið er orðinn stærsti fjölmiðlamæður í heimi. Þetta meikar eiginlega engan sens, sko. Nei. Þetta er rosa skrítin jafna, sko. Þetta eru sumið þættirnar bara einhver, þú veist, tala 2 tíma um einhver bílflugnabú eitthvað, þú veist, ég hef engan áhuga að hlusta það, sko. Og það er, þú veist, þetta bara leifa sér bara, ok, ef ég er með einhvern gæja sem hefur rosa áhuga á því að vera tala um eitthvað í 45 mínútur sem 99% af fólki hefur engan áhuga, þá ætla ég samt bara að láta hann tala um það í 45 mínútur. Já, ég held líka bara, þegar það er komin út, þá er náttúrulega bara heimurinn svo ógeðislega stór að þótt fyrir þessu tala um einhverja bíflugur, það er bara markaður fyrir það, sko. Það er bara fólk sem hlustar, sko. Í staðinn fyrir að reyna að höfða til alla með ákveðnu viðtali, skilur mig. Ég ætla að reyna að fá einhvern til að geta höfða til alla svo sem flestir hugsa, skilur mig. En síðan annað teik bara, ég ætla að reyna með mjög specific topic og ég ætla bara að ræða það og ég veit að það verður minni hlustun kannski, en það er markaðarna sem bara mun dýrka þetta, skilur. Algjörlega. Hvernig talandi það, stór markaður, nú hef ég nú bara verið í Kaliforníu í eitthvað 2-3 mánuði. Ég var reynda að koma þarna nokkru sinnum. En hvernig er að vera að fóta sig á svona, þetta er alvöru markaður. Já. Og í Kaliforníu er fólk sem er gott, það er alveg sama hvað þú ert að gera, að það er alltaf heimsklassa fólk í öllu í Kaliforníu. Þetta er, mér finnst áhugaverð, sko, því ég fór hann út þá, árum ára í Íslandi, ekki það, mér fannst ég bara vera fári í Íslandi sem gátu bara lyft rosa þungt og hlupir það svo hratt og langt. Þá held maður að vera eitthvað svona uník sem mæti maður hann út og það eru bara, nei, það er ekkert uník við þetta Beggi minn, sko. Bara kildinur og það er ekkert spesial við þetta. En með markaðina er bara, ef við ímyndum okkar að segjum bara 10-20 Beggi Óla sinna gæsalapa á Íslandi sem að væri í einhverju samkeppni við, þú bara mætti með 100.000 í LA, sko. Já. Og það er
bæði, ég held að normið verði svolítið herra, þannig að það bara, þú veist, það krafa á að þú sért með bara að delivera mjög vel og þú lærir náttúrulega rosalega mikið af því að öðru fólki, en á sama skapi þá þetta 100 sinnum erfiðara, sko. Af því að þú veist, á Íslandi til dæmis, það sem ég svo þakklátur fyrir Íslandi að það gefur tækifæri á að prófa hluti og markaðurinn svolítið þannig að það stutt í næstu manneskju, skiljum. Það ekkert eðlilegt að fá bara alla ráðherrana í hlaðvarptíð, skiljum. Það bara 7 manneskjur þangað til myndi fá það í Bandaríkjunum. Og þú veist, hvort sem fótboltinn eða gefa út bók eða kótsa fólk eða fara inn í stærstu fyrirtækjum í Íslandi, þannig að þessi reynsla á mér þegar ég var svona ungur að geta farið með hana út og því ég talaði fólk úti sem kannski sama aldri og ég, þau bara, þú búin að lifa svona 3 lífum. Að því í Bandaríkjunum þá þetta mikið hössul í byrjun, mikið að gefa frá því vinnuna, mikið að koma á framfæri, en ef þú heldur áfram að nærði gegn þar, þá verður return on investment, þú veist, effortið sem maður leggur í, þá verður það miklu stærra, sko. Þannig að það auðveldar að komast inn á markaðan á Íslandi og vera þar, en það erfiðara að komast inn á markaðan í Bandaríkjunum, en ef þú leggur þig fram og verður svolítið heppinn, að þá náttúrulega bara heill heimur fyrir það til að sigrast á, sko. Þannig að mér finnst það bæði krefjandi en samt áhugavert og kannski það sem hjálpaði mér, sko, í staðin fyrir að hugsa í mánuð eða ár, eins og myndi kannski gera á Íslandi, að hugsa bara í decade, sko. Já. Hugsa bara í 10-20 árum, sko. Okay. Það gaf mér svona pínu ró, sko. Sérðu fyrir þér, þú veist, ertu þá að horfa á að vera þarna, þú veist, að vera í Kaliforníu? Já, ég ætla að vona að móðir mín Ásgerður Hallgrímsdóttir sé ekki að hlusta. En já, ég sé fyrir mér að vera hana bara. En síðan kemur spurningin alltaf þegar magi og jável badn kemur inn í myndina, þá fer ég að spyrja mér svona alvöru spurninga hvar ég vil vera og þar fram til göttunum. Ég bara, þú veist, með mín markmiðana, ástæðan fyrir að ég var að fara til Bandaríkjanna, mér langaði til að testa með ástæði vígvöll og sjá hvert það myndi taka mig, sko. Og það gerist ekkert á 3 árum, þú veist, í dóttursnámi, skilur. Það bara at least 10 ára projekt. Þannig að eins og staðan í dag, þá sé ég ekki fyrir mér koma heim í bráð, sko. Nei, það eru náttúrulega ekki lífsgæði þarna, sko. Mér alltaf svo skrítið talandi eins og Joe Rogan og fleiri þarna í kringum COVID-tímabilið. Hann kúkaði dálítið upp á hnakka fylkisstjórinn í Kaliforníu í COVID. Þú veist, það voru bara allavega fyrir minn smekk, sko. Allt og harða reglur þarna. Þannig að það var dálítið flótti á fólki sem var að fara þá til Texas eða Florida eða eitthvað. En að því sögðu, sko, þú veist, lífsgæðin í Kaliforníu allavega en hann stutta tíma sem að ég var þarna. Það ekkert margt sem jafnast á við þetta, sko. Ég held að þessi fái staðir í heiminum sem bara gott að búa, sko, þá 12 mánuði ársins, sko. Já, ég veit. Það var náttúrulega bara maður finnir bara munin á sólarljósinu, sko. Já. Það bara... Já, sem svo fyrir mig allavega, því nú ég búin að ferðast mikið, þú veist, nálægt miðbaug og í sól, en það sem svo við Kaliforníu að það ertu bæði með veðrið, en svo ertu líka með úrvalið af öllu, sko. Þú veist, sama hvort það langar að læra eitthvað, eða hvort það einhverja activities, aðgangur á hollum mat, þú veist, það þið vanhagar ekki neitt annað, en jú, þú veist, það kostar náttúrulega, þetta er ekki ódýrasti staður í heiminn. En ég myndi segja, þú veist, að Cape Town í Suður-Afríku var eiginlega, þar fekk ég svona Kaliforníu feeling, nema bara 1/4 eða 1/5 af verðinu, sko. Já. Því það svona fusion borg við sjó, sem þú veist, jú, yfir háveturinn kannski 15 gráður, sko. Þú veist, það var svona, ég var þarna yfir hávetur og sumar og yfir hávetur það voru 15 gráðurnar. Þá voru þau að kvart yfir í hvað verið ræðilegt veður, sko. En þú veist, þú ert með fjöllin eins og í Kaliforníu, þannig að þú alveg plenty af náttúru, þú ert með sjóin og allt activity sem fylgir sjónum og svo ertu með bara úrvala veitingastöðum, kaffihúsum, matvörubúðurnar uppfullar af, þú veist, þegar þú vilt borða hollan og næringaríka mat eins og við viljum, að þú veist, Cape Town eini staðurinn sem ég hef komið á þar sem maður með bæði veðrið og allt þetta úrval, sko. Já, en þú getur líka eins og í LA, þú getur bara, basically valið lífstílinn sem þú vilt lifa, skilur. Já. Nema einu munurinn að það aðeins meira, þú veist, þó ég veit að staðan í Bandaríkjunum sé stundum skrítin með byssurnar og annað,
Cape Town alveg, þú ert ekkert mikið út á kvöldin, sko. Nei. Það svona, það er ekki sem lærir þegar maður flytur frá Íslandi að er mikið úti að það er bara öryggi, sko, öryggi á röngum stöðum á röngum tíma, sko. Hvernig Kalifornía með það núna? Eða LA? Já, maður bara, auðvitað venst maður þessu, en þú veist, það var alveg sjokk að koma hana og þú veist, það bara heimilislaust fólk sem bara í misjöfnu ástandi að öskra mann eða þú veist, vini sína og þú verður svona aðeins meira var við mögulegu hættunar sem gætu átt sér stað, sko. Og þú veist, þú ert ekkert mikið, ég ekkert mikið eftir klukkan, þú veist, 9-10 bara eitthvað í myrkurinu að vafra sko. Og þú veist, ég reyndar, ég var að fylgja vinkonum minni heim eftir Breiðholtið daginn og ég var að labba heim í fyrst skipti í mjög langa tíma og ég hugsaði með mér, já, betur, hvernig get ég bara verið klikkað eitthvað, þannig ég fór bara að bera ofan. Og ég hugsaði með mér, og það er svolítið eins og kettir, sko, því maður gera ósalátt, en ég labba fram hjá svona, þess að ég held að þessi gæti orðið einhver hætta og bara sendur maður út kassan og verður aðeins stór og þá gæti maður held ég bara komið í veg fyrir alls konar vesen, sko. Og ef maður er í því skapi þá er maður jafnvel bara klári ykkur barning eða það er eitthvað. Nei, það er góða punktur, sko. Það er mikið og það er kannski ekki alveg eðlilega viðbröð og þá ef maður er í einhverju svona skrýtnum stöðum þá er oft besta leiðin að, þú veist, fyrsta lagi að vera, þú veist, ekkert með einhver mikil verðmætt á sér og síðan bara einmitt að vera þannig að hinn gæinn hugsi ég er ekkert vissum ég nenn að vera að versnast á þessum. Já. En er það ekki það sem dýrin gera? Jú. Varandi, þú veist, áður en þau fara í slagsmálin, skilur, þá meta þau svolítið hvort annað. Jú. Og ef dýri er bara stærra og meira, þá er það bara að fara að bakka út, sko. Ef það er 60-40% eða 50-50, þá tekur þau slæginn, skilur mig. En það er bara svolítið í mannlegu eðli. En síðan, þú veist, síðan mennst maður þessu bara, þú veist, fyrst maður var maður smá smeykur, en núna er maður bara, þú veist, bara labba framhjá, jafnvel bara horfir á þau og brosir og jafnvel spjalla við þau og þú veist, og það er bara eðlilegt, þú veist, það kemur alveg fyrir að maður labba út heima á sér og 5 metrar og allt inni bara einhver búin að setja upp búslóð, bara hliðin á húsinu sínu. Já, einmitt. Og þú veist, og það verður bara, þú veist, eðlilegir hlutur, sko. En þú veist, tók mig tíma að venjast því, sko. Það sturla magna útigangsfólk í Kaliforníu. Já. Er það ekki ennþá, þú veist, það er náttúrulega verið að reyna að gera eitthvað í því, en það gengur misvel. Já, ég held að það var ekki eitthvað fyrir Ólympíuleikana átti að vera allt bara klín, held ég henni. Jú. 2028, við sjáum til hvernig það fer. En það er náttúrulega bara, þau hafa gert meira, sko, það var Venice Beach til dæmis var í herfilega ástandi fyrir einhverjum árum síðan, samkvæmt fólkinu sem ég hef talað við, sko. Og núna er það bara mjög lítið að heimilislausu fólki með við þá, sko. Og þá er það reglan svo að þau fundu íbúðir fyrir þau. Og ef það er í boði, þá mega þau reka þau á ákveðnum stað í borginni. Og Venice núna Beach er með þá reglu. Já, þau mega reka þau af götunni af því að þau eru með húsnæði fyrir þau. Þannig að það er breyst mikið þar allan, en síðan getur þú bara farið downtown LA á Skid Row og hef ekki lagt ennþá í það. Ég gerði það. Já, hvernig var það? Fór á Thanksgiving. Á Thanksgiving, já. Ég var einnanna í, þú veist, og það var, ég er svolítið svona talandi að skoða skrýtnu hliðar mannlífsins. Þá fannst mér einhvern veginn áhugavert, ég hef gert þetta á aðfangadaskvöld á Íslandi, sko, að keyra niður í bæ svona 6, sko, 6:30, akkurat þegar allir eru í, bara, þú veist, hvaða fólk er bara að fá sér kebab á Laugaveginum eitthvað klukkan 6 á aðfangadag. Svona aðeins að skoða þetta og við fórum á Skid Row á Thanksgiving, en síðan einmitt var ég búin að vera rölda þarna eitthvað og þá var ég svona bara, ég veit nú ekki hvort þetta sé frábær hugmynd það sko. Nei, maður vil þá vera aðalega, því ég vil trúa því að bara, ef maður setur frá sér rétta víbrur, þá getur maður verið hvar sem er, nema þegar fólk er á miklum efnum, sko. Já. Þú veist, ef fólk er undir áhrifum lyfja, þú veist, þá er það næstuð eins og sé andsetið og þá er alveg saman hvað þú ert skynur og umhverfið og rétt stiltur að þú veist, ef einhver andsetin manneskja vantar peninga þá er þú ekkert að fara að víbra hana út úr því held ég, sko. Ný, hún sér bara ekki ekki því, sko. Já. En þú veist, kannski áhugavert með... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.